dag. Gott að vera hérna. Ég tek alltaf hérna púltið hérna fram nær ykkur. En ég átti nú ekki vona að vera hérna í Íslandi í dag, en það var stuttum fyrir að vera syngja og kom til þess að hitta nýjan vinn, Vasili. Og það var reyndar ungur maður, ég segi ungur strákur, D.W. West. Hann og foreldrar hans voru í kirkjunni hjá mér í West Virginia fyrir tæplega 30 árum. Og ég þekkti foreldrar hans vel, pappa hans dáinn. Og D.W. hann hérna hvarf úr söfnuðunum, fór í tónlistarheiminn og eiturlyf og vesinn, en Guð greip hann og sagði, hei, komdu. Og hann hefur verið mjög duglegur prestur og útprestur predikari undanfarin ár og Guð setti hann í útvarpsstarfsemi fyrir nokkrum árum og hefur verið að vinna með AWR eða Adventist World Radio og hann sá sem að þekkti Vasili og mig og sagði, hei, við erum hittumst og tölum saman hérna og ég held að D.W. munu koma hingað til Íslands áður en langt til líður og predika og Vasili kom til þess að við hittumst og tölum útvarpsstarfsemi allan heima hér á Íslandi, svo að ég veit eftir að ég hef deilt með ykkur boðskap úr ritningunni þá mun hann deila með okkur örlítið útvarpsstarfsemi heiminn og með hérna nokkra myndir og slides að sína og deila með okkur. Svo það verður gott að heyra það. En D.W. hann heyrði orð Guðs, hvernig Guð talaði við hann og hann svaraði kallinu. Og öldum áður var það að Jeremía, hann var í prestfjölskyldu. Pappans var prestur, frændur hans voru prestar, hann ólst upp og reiknaði með því einn dag myndi hann þjóna í austurinu. En þegar Guð kallaði hann þá sagði Guð við hann, Jeremía, áður ég myndaði því móðurlífi, þá útvaldi ég þig. Áður en þú komst á móðurkvið þá helgaði því, ég hef kallað til að vera spámann þjóðana. Og Jeremía sagði, æ drottinn, ekki kalla mig, ég get þetta ekki. Ég er ungur, þetta er of erfitt. En Guð sagði við hann, Jeremía, ekki segja ég er enn ungur. Heldur þú skalt fara, ég skal gefa þér orð og þú munt vera spámaður minn að meðal þjóðana. Og Jeremía svaraði kallinu, en það var ekki auðvelt starf. Hann starfaði í rúm 50 ár á meðal þjóðana og það sérstaklega með Júda, Jerúsalem. Hann varaði fólki við að sagði, þetta eru erfiði tímar. Og á hans ævi þá var hann hent í fangelsi, var hann hent í dýflissu, hann var sendur úr landi, en alltaf var hann sannur Guði og köllun sinni, sama hvað það var erfitt. En fólki vildi ekki hlusta, fólki neitaði að hlusta á boðskap Guðs, vildi hlusta á falskennara. Og mér langaði að fara með ykkur hérna í einn kafla í Jeremía, 7. kaflan í Jeremía. Bara að taka svona stikkpröfu af því sem hann var að segja. Þegar ég held að orðin sem að Jeremía skrifar í spátansbók Jeremía eiga við okkar daga og eitthvað sem væri gott fyrir okkur að hlusta á. Í Jeremía 7. kaflanum, 13. 14. versi, að þá segir hann, bæði ungir og gamlir, allir eru fíknir í ránfengan gróða. Bæði spámenn og prestar, allir hafa þeir sviki frammi. Þeir hyggjast að lækna áfall þjóða minna með hægum móti og segjandi heill, heill. En það sem enginn var heill. Þeir munu hljóta að skamma sín fyrir að hafa frammi svívirðinga, þeir skamma sín ekki. Viti ekki hvað er að blygða sín, fyrir því munu þeir falla með þeirra sem falla. Þegar minn tími kemur að hegna þeim, þá munu þeir steypa sig í drottinn. Þetta hlýtur að hafa verið erfitt að segja svona frammi fyrir fólki sem að voru áhrifamenn, áhrifakonur, fólk sem að þóttist vita allt og hann sagði, gætið ykkar, þið talið heilt þjóðum minnar, þið segir allt sé gott, en það er ekki allt gott. Og fólki á þeim tíma það hefði meira áhuga að skemmta sér að lifa í allsnægtum vellistingum, það var með góða vinnu, húsin voru falleg, borgin virtist vera heil, allt var í góðu og þannig hafði það verið í nokkra kynslóðir. Og þegar orð Guðs kom þá sagði, nei, við viljum ekki hlusta á þetta. Og hann sagði, flýið Benjamítar, út úr Jerúsalem, þeyti lúður í Teskóa, reisuð merki í Bethkerim, því að ógæfa vofir yfir og norður átt mikil eyðing. Dótturinn Síón, hinn fagra og fínláta, er þögul.
Þannig voru orðin aftur og aftur og Guð talaði til þeirra og sagði: Látið þeir segjast Jerúsalem, til þess að sál mín slíti sig ekki frá þér, til þess að ég gjöri þig ekki að auðn og óbyggðu landi. Svo segir Drottinn allsherjar: menn munu gjöra nákvæma eftirleit á leifum Ísraels, eins og gjört á vínviði, með því að rétta að nýja höndinu upp að vínviðagreinum, eins og vínlestursmaður gjörir. Og Guð sagði: við hvernig á ég að tala? Hver hlustar? Hver heyrir það sem sagt er? Hvern á ég að gjöra varan við svo að þeir heyri? Sjá, eyra þeirra óumskorað svo þeir taka ekki eftir. Í orð Drottins eru orðin þeim að háði, þeir hafa engar mætur á því. Þannig hrópaði Jeremía aftur og aftur: hlustið, eru það að hlusta, heyrið eitthvað? Og Guð sagði: nei, þið heyrið orðin, en þið hlustið ekki að það sem ég er að segja. Enginn heyrir, enginn hlustar. Þá setti ég varðmenn gegn yður. Takið eftir lúðuljónum, en þeir sögðu: við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þið þjóðir, sjá þú söfnur, hvað í þeim byr, heyrið það jörð. En enginn vildi taka eftir, enginn vildi hlusta. Og ég held að þetta er vandamál sem að er enn staðreynd í dag. Við sem þjóð, við sem vestræna þjóðir, við heyrum orð, við heyrum hljóm viðvaranir og ákall snúið til Guðs. En við erum svo upptekin við síman okkar, við erum svo upptekin við líf okkar og upptekin við að skemmta okkur, og við erum með svo mikið af velnægta þegar jólin koma, þá spáum hvað eigum við að gefa í jólagjafir? Við gefum bara reynslu, gefum eitthvað upplifanir í staðinn, því við eigum allt saman. Og við erum svo upptekin af öllu sem við höfum, af góðu lífi, og Guð kallar og segir: er enginn að hlusta? Fyrir einum 30 árum að þá var það Tófel skrifaði bók overload. Það er of mikið orð sem koma, auglýsingar í útvarpi, í tölvum og alls konar raddir sem hljóma í þjóðfélaginu, og það verður svo mikið í gangi að við tökum ekki eftir neinu. Og þannig held ég að sé stundu, þau kannski heyrðuð af slysinu sem var í Toronto, þegar flug var að lenda í stormi og þegar hún lendi að þá fór hún á hvolf. Þið mun eftir þessu, bara stutt síðan. Og flugþernurnar, flugþjónarnir, þeir stóðu þá að hrópuðu: drop everything, drop it, sleppið öllu, látið allt skilja eftir, látið allt vera í sætunum og komið ykkur út eins hratt og þið getið. Svo sáu myndirnar. Fólki hélt á bakpókana sínum, tók skóna sína og ýmsa pingla og póka og löbbuð út með allt saman og var ekkert að flýta sér. Það heyrði orðin, það hlustaði ekki á það. Og spurningin hjá okkur er: hvernig erum við? Hvað gerum við? Sér það er ekki nóg að heyra. Við þurfum að hlusta, og ég hugsa oft litla teiknimynd sem ég sá fyrir mörgum árum. Það var ungur drengur, 10-11 ára strákur með gullfiskabúrið sitt, með einn gullfisk í því, sem kom inn í eldhúsið til mömmu, stóði í hurðinni og segi: mamma, heyrðu, sjáðu. Og mamma var að vaska upp í vaskunum og var mikið að gera, og hún sneri snöggvist og sagði: já, en sniðugt. Og sá ekki að strákurinn, sonur hann, hélt á gullfiskabúrunu litla skálinni og gullfiskun hafði dáið. Þessi: já, sætt, sniðugt. Hélt áfram að vasku upp. Í staðan fyrir að snúa við, heyra orðin, fara og faðma drenginn og syrgja með honum. Og þannig er að stundum okkur og Guð að við heyrum orð, en þau hafa engin áhrif á okkur. Komum með mér í Mattheus og Guðspjall, 11. kaflan. Jesús hafði verið að starfa og predikaði 13. kaflan í Matteusi. Og þá komið að því að í 11. kaflanum að þegar hann hafði læknað einhvern á hvíldardegi, maður sem var með visna hendi, og eftir hann hafði læknað hann og gengið í akrunum, að þá er það svo að prestarnir og ráðamenn að þeir vilja ráða hann á dögum. Og hann getur ekki lengur farið frjálsum hendi og predika það sem hann vildi, og
og hann fyrir að tala í dæmisögum og 13. kaflanum byrjar hann að tala í dæmisögum mannin sem að dreifa fræjum og mismunandi uppskera sem kemur og lærisveinarnir koma til að segja, hvað þýðir þetta allt saman? Af hverju talar í dæmisögum? Og Jesús segir þessi orð í 13. kaflanum og 14. versi, hann segir, ræti spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja. Sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og með augunum hafa þeir lokað svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum og skilja með hjartanum og snúi sér og ég lækni þá. Og þetta er að gerast í dag. Fólk heyrir, það heyrir orð Biblíunnar, þessi já, við erum kristin þjóð og við fylgjum þess að Guð segir, en það skilur ekki. Og við erum svo upptökin við að hlaupa og fara í gegnum líf okkar að við höfum ekki tíma til þess að breyta líf okkar, alveg eins og margir í gegnum tíman fara á. Móses kom þar og sagði, hei, það er eitthvað að, þú þarft að leyfa okkur að fara að tilbiðja Guð og Guð okkar vill vera Guð þinn. Og fara og sagði, nei, ég vil ekki hlusta á þetta. Og Guð leyfði kraftverk þar sem að plágur gerðust og raun og voru kraftverk sem Guð var að segja, hlusta á mig fara á. Og því meira sem Guð gerði, því meira herti hjarta sitt. Fara og herti hjarta sitt, nei, ég ætla ekki að hlusta á þig, ég ætla ekki að fylgja þér. Og sama hátt var það að morgunstjarnan skínandi á himnum sem gerðist að djöfli og Satan, þegar Guð var að skapa og sýna Satan hver Guð er, hver Kristur er, og hann skapaði Adam og Evu, skapaði jörðina og dag eftir dag gerir hann kraftaverk og hvert skipti það herðir hann hjarta sitt, nei. Og það er eitthvað með okkur mennina að í synd okkar við erum stundum svolítið gjörn á að segja, nei, ég er með mitt líf, ég þarf að stýra mínu lífi, ég þarf að ákveða hvernig ég lífi. Einn dag mun ég fylgja þér en ekki enn. Og stundum heyrum við orðin en við skiljum ekki það sem Guð er að segja. En spurningin er, hvað gerum við? Samuel, krakkinn, hann heyrði þegar Guð kallaði og hann hljóp til Elía, pressin sagði, varstu að kalla í mig? Nei, farðu að sofa, drengur. Aftur heyra röddin og hann hleypur til Elía, varstu að kalla í mig? Nei, farðu að sofa. Og í þriðja sinn þá segir Elía við hann, presturinn, segir spámanni, segir, drottinn er að kalla þig, hlustaðu á hann. Og þegar Guð kallaði hann aftur, þá sagði Samuel, talaðu drottinn, þegar þjónninn heyrir. Heyrir þú? Ertu að hlusta á Guð? Og ég er ekki bara að tala til okkar hér, því ég veit að við viljum heyra, við viljum hlusta. Við komum í kirkju til þess að heyra orð Guðs og vita hvað þýðir þetta, hvað er þetta að tala við mig um. En það eru margir sem hafa heyrt, vil ekki gera við það. Það eru margir hlusta á útvarpið, en sumir heyra. Aðrir, það bara kemur inn eitt eyra og út hitt. Og spurningin er þetta að hlusta? Eru við að hlusta á orð Guðs eða eru við kærulaus, eru við þrjósk? Og stundum þá bara kærleysi sofnum við. Við tökum ekki eftir. Við vökum ekki. Og ég man eftir fyrir mörgum árum, ég var á Selfossi og fór til Vestmannaeyja reglulega og var prestur þar í Selfossi og Vestmannaeyjum. Og einn daginn þá var ég í Vestmannaeyjum og það var einn af þessum góðu stormum að koma. Og ég hringdi í Val og hann sagði, herði, ertu að fljúga upp á land í dag? Og hann sagði, já, ég ætla að fara. Og hann sagði, ok, hvernig fer ég? Ég fer svona akkurat þegar auga stormsins fer yfir, þá ætla ég að fljúga, skjótast upp á land. Ég sagði, herði, fæ ég með? Hann sagði, já, ég tekið með mér. Svo hann sagði bara, býttu við síman, ég hringi rétt áður og við bara skjótast upp á land. Og ég hef gert þetta með Val áður, hann var góður flugmaður. Svo að ég bara settist niður róla og ég sofnaði. Og ég vaknaði að fara að dimma svolítið og ég sagði, hvað? Hann hringir ekkert. Svo ég hringi í Val og sagði, herru Valur, á ekki að fara upp á land? Hann sagði, herru Þröstur, ég hringdi og hringdi í þig, þú svarar aldrei, ég flög upp á land og komið tilbaka aftur.
Ég varð að fara með Herjólfi daginn eftir í storminum, í öldurótinu. Það var ekki skemmtileg ferð. En ég svaf yfir mig og það minnir mig á söguna dæmisöguna Jesús sagði meyjarnar 10. Þær sofnuðu allar, hafðu það í huga, þær allar sofnuðu. En sumar voru tilbúnar þráttur að hafa sofnað. Og þær heyrðu þegar brúðgumi kom, þegar kallið var, hann að koma, þá voru sumar tilbúnar og höfðu fengið meiri olíu í lampana, voru með tilbúnir vistar, þær höfðu beðið til Guðs, höfðu hlusta á raddirnar, þegar Guð baði að undirbúa sig. Og þær fylgdu leiðbeiningun og höfðu auka með sig. Og vandinn þegar Jeremía var að tala við fólkið í Júda og Jerúsalem, sagði, það eru menn að koma frá Babýlon. Þeir munu eyðileggja þessa borg. Og í dag eru raddir sem segja okkur, Jesús að koma. Það styttist endurkomuna og aðrir segja, nei, hann ekkert að koma, það búið að segja það í mörg ár. En Jesús sagði í Mattheus 24. kaflanum, það mun koma erfiði tímar. Erfiðara en nokkuð tíman áður í þessum heimi, erfiðara heldur en heimstyrjöldin fyrir, erfiðara heldur en seinni heimstyrjöld, erfiðara heldur en á flóðinu. Það var erfiði tímar og það virði sem að mannkynið í sinni eigingirni og sjálfselsku að við munum komast á þann kant að við munum eiginlega eyðileggja okkar eigin plánetu. En áður en það gerist, mun Jesús Kristur koma og bjarga sínu fólki og spurningin erum við að hlusta eða erum við of upptekin? Fletti með mér í 2. Pétursbréf 3. kaflan. 2. Pétursbréf 3. kaflan. Og þar það að Pétur að segja frá því að margir kvart undan því að boðskapurinn endurkomuna hefur hljómaði svo margar aldir. Það segja að drottinn kemur ekkert. Þeir gera grína því. Og þeir segja, þannig 3. versinu, þeir skulu þá fyrst vita að hann síðustu dögum munum koma spottarar stjórnastu eigingirndum og segja með spotti, hvað verður fyrirheitum komu hans? Fyrir frá því að feðurnir sofnuðu stendur allt það sama eins og frá upphafi veraldar. Og þeir segja, Guð kemur aldrei, Kristi kemur aldrei aftur. En Pétur heldur áfram að segja, en þeir gleymist því, þeir elskuðu, að 1 dagur hjá drottni eins og 1000 ár hjá okkur. Og 1000 ár hjá okkur bara eins og 1 dagur hjá Guði. Ekki drottinn seinna sem fyrirheiti þótt að sumir álið að seinlæti, heldur hann langlindi viður, þegar vill ekki að neini glatist, heldur allir komist til iðrunar. Guð dregur tíman. Fyrir honum 1000 ár, það ekki neitt. Hvað það með að við eilífð? Fyrir mér 1 dagur, það skiptir máli. 10 ár, það langur tími. 100 ár. Ég reikna ekki með því að lifa í 100 ár. En fyrir Guði 1000 ár, hvað það? Svo Guð ekki seinna á sér með lofurðin. Hann mun koma. Mér langar að sýna ykkur svolítið til þess að benda ykkur á af hverju ég held að Kristur fara að koma fljótlega. Þegar í 6. kaflanum í Opinberuninni, þá spurningi dregin upp það sem að hrópaður upp. Hversu lengi ætlað þú, Herra? Hversu lengi dregur þú að koma aftur? Og Guð svarar og segir, bíðið lengur. En í 10. kaflanum breytast orðin hjá Guði. Sömu bókinni. Þá segir Guð, það var engin frestur lengur gefin. Í 7. versinu. Fresturinn búinn. En svo segir hann í 11. versinu sama kafla, en það ekki búið ennþá. Fresturinn búinn, en ég ekki búinn. Og það er merkilegt að hann talar þetta í tengslum við tíman eftir að allir tímaspátum eru búin í Biblíunni. Eftir að við komum að
bitri reynslu þar sem að vonbrigði miklu voru að Kristur kom ekki, fólk hélt að Kristur er að koma, það er ekki, maður segir, nei, haldið áfram. Og þau líta á söguna að í kringum miðja 1840, 1850, þá breytist allt. Fram að þeim tíma, fyrir rúmu 100 árum, að þá ferðuðust við hestakerru. Það var hraðasti mátinn. Ef það sem er góðan, fljótan hest, kannski farið á milli borga fremur hratt. Og það var að sama í byrjun 1800, byrjun 1700, miðöldum, fyrir 1000 árum, fyrir 2000 árum, 3000 árum. Hestvagn. Það var allt sem við höfðum til þess að ferðast. Næstum því uppgötvum við flugið, næstum því uppgötvum við rafmagnið, næstum því fundum við vélar, en aldrei alveg. En 1800, 1840, 1850, hvað gerist? Bílar koma fram. Núna erum við að tala um að fljúga til Mars og tilbaka aftur. Einhver að tala um að áður að langt að líðu vera 1 milljón mann sem búa á Mars. Ég vil frekar vera þessari jörð. Tæknir hefur farið svo mikið fram og hvað gerist? Fólksfjölgun, fjöllinda þjóðfélag, hervæðingin, allt stefnir en að því að við nálgumst því að það veri gjöreyðing. Hvað gerum við þegar við erum með eigingirni og mikil völd? Hvað gerum við þetta? Í staðan fyrir að staðnæmast og hlusta og segja, Drottinn Guð, hvað er að gerast? Hvað er að segja þig? Hvað vilt að ég geri? Hvernig vilt að hafa áhrif á líf mitt? Það hlaupum við að skemmta okkur, njóta þess að vera til. En við erum að eyðileggja þessa jörð. Við erum að skemma það sem við höfum á milli handana. Vonskan, mannvonskan eykst. Ofbeldi eykst. Og það er sama hvort það er ofbeldi með hníf eða ofbeldi með hnífa, með byssur menn ég. Það skiptir ekki máli hvort það sé ofbeldi milli einstaklinga eða ofbeldi milli þjóða. Mannvonskan virðist bara aukast og aukast. Óþolinmæði, þreyta, áhyggjur, sektarkennd í huga fólks. Það vantar frið. Og Guð segir, ég vil að þú njóti lífsins. Ég vil að þú sért hamingjusamur, heilbrigður á líkama og sál. Guð vil gefa okkur von, hann vil gefa okkur fyrirgefningu, hann vil gefa okkur frið. Og sjá hvað Guð gefur, hann gefur okkur hvíldar til hvers? Til að stoppa, hægja á, njóta lífsins, njóta þess sem til er, njóta fjölskylduna, njóta vina, tilbiðja Guð og leggja reikninga til hliðar, áhyggjur til hliðar og segja bara, Drottinn, ég vil vera til. Hvað ertu að segja? Hvernig talar þau til mín? Guð fyrirgefur okkur. Við viljum grafa upp gamla drauga og við erum að pota í og benda og sjá hvað þú gerði. Sveið þér. En Guð segir, ég fyrirgef. Ég lækna. Og svo eru fólk hrætt framtíðina og hvað mun gerast og Guð segir, slakið á. Ég veit hvað framtíðin er. Ég veit hvað er að gerast. Ég vil gefa þér frið með framtíðina. Óttast ekki. Þetta er orð sem Guð segir aftur og aftur og aftur í ritningunum. Óttast ekki, ég er með þér. Guð vil gefa okkur fyrirgefningu. Guð vil gefa okkur frið í dag. Guð vil gefa okkur von framtíðina. En hversu oft hlustum við á Guð? Jú, við heyrum orðin, en tökum við mark á þeim. Og Guð segir, Jeremía 29, þér muni leita mín og finna mig, þegar þið leiti mín af öllu hjarta. Þá mun ég láta þið finna mig, segir Drottinn. Ég mun snúa við högum yðar, safna þið saman og mun flytja yðar á þann stað sem að ég arleifi þig að. Guð elskar þig. Og hvað sem það ég er að tala til þín hér í dag, eða þú ert að hlusta útvarpið einhvern tímann í framtíðinni, hafa það í huga að Jesús Kristur, Guð almáttugur, hann elskar þig. Hann vill þér vel. Hann er ekki að draga upp gamla drauga í lífi þínu.
Hann ekki að hella á þig samviskubit og láta þig skamma sín og segja sveið þér. Hann ekki að refsa þér. Hann vil ekki að þú farir eitthvað staðar á vondan stað. Hann segir, ég vil gefa þér minn frið. Óttast ekki, ég með þér. Hann mun koma aftur. Jesús heldur loforð sín. Hann mun vernda þig á erfiðum tímum. Og þegar þú grætur í sorg, þá grætur hann með þér. Og þegar þú lítur til framtíðina og segir, þegar hann fer einn dag, þá munum koma ná í þig og við munum njóta eilífðar saman. Svo spurningin kemur, ertu að hlusta? Stundum ekki nóg að heyra, heldur taktu eftir því sem Guð segir. Og gerðu hann að hluta af lífi þínu. Við skulum biðja. Drottinn Guð, við heyrum svo oft orð þín. Við lesum Biblíuna, við teljum okkur vera kristna þjóð. En Drottinn, erum við að hlusta á þig, heyrum við það sem þú segir. Tökum eftir því sem þú ert að segja okkur. Og ég bið að þú gefist ekki upp á okkur, heldur og haldir áfram að tala til okkar. Haldir áfram að hrista svolítið upp í líf okkar og að þú gefur okkur þinn frið. Gefur okkur traust í þér og við möttum vita að framtíðin örugg af því að við erum hluta þinni fjölskyldu. Þetta bið ég í Jesú nafni. Amen. Ég ætla að bjóða Vasili að koma hérna upp. Hann einhvers staðar, ég held að einhvers sé að þýða fyrir